komin hingað í garð á Sauðárkróki og hér koma gestir iðulega til ykkar vegna þess að hér líka ansi líflegt. Segið mér aðeins, þið eruð bæði með dýr og gróður. Hvað eruð þið með á ykkar heimili? Ég svara þessu. Það svona dýrakynsinu. Þá eru þessa stundina tvær labradortíkur, einn svona detti það eldri borgar og annar hvolpur. Og svo eru páfagaugar, það eru svolítið að gárum og svo Senegal parrot sem við erum með pör. Svo það fiskadeildin og það bara nokkra tegundir af skrautfiskum. Það er koi úti og svo fiskar sem vilja vera meira svona og eru í búrum bara inni. Þannig að þetta eru dýrategundirnar og svo er plönturíkið hérna. Já, svo erum við með bara allt sem hægt að borða eiginlega. Við erum með epli og banana og hindber og bromber og salat og alls konar kryddjurtir. Bara mest að rækta fyrir okkur sjálfum. Við höfum nú alltaf tendensi að gera svolítið mikið af hlutunum. Bæði með þetta og dýrin. Og það hefur verið við höfum verið aflögufær. Já, í ræktinni. Já, svona í nágranna og vini og félaga og svona. Og fólk sem kemur bara og dettur inn hérna á götunni, það hefur stundum fengið epli með sér í nesti. Hvernig byrjaði þetta nú allt saman hjá okkur? Hafið þið alltaf verið svona, dýravinir? Já, ég held það. Þetta byrjaði allt með tómatsósukrukku, sko. Já. Já, fyrir 40 árum síðan. Og svo hefur það bara hangið við mig. Ég hef verið í skautfiskum alla tíð frá því ég var pabb. Mismikið ekki í þessu mæli, en það er svona bara þegar að... Eftir því sem húsnæði stækkaði, þá stækkaði þetta líka. Já. Og svona bara þegar aðstæður leyfa það, þegar maður hefur möguleika á því að gera það og nógu klikkað til að láta það setja þetta í huga framkvæma. Ég ekki nóg með að framkvæma það, þið eigið bara hugsanlega eitt af stærstu fiskabúrum inn á heimilum, að minnsta kosti örugglega bara í landinu, ímynda ég mér. Já, allavega eitt með þeim stærri. Það eru nú einhverjir sem eru með stóru líka, en með þeim stærri. Þetta er svona með þeim stærri, þetta er 1140 litra búr sem er inni. 1140 lítra búr. Já, þannig að það er sjálfsagt hátt í 1,5 tonn en svo stendur inn á gólfi. Já. Það er svona, jú, það er til miklu stærri fiskabúr út allt, en það er ekki algeng í þessari stærri, við getum sagt sem svo. Og svo eru þið líka með fiska hérna úti? Já, svo er það tjörnin hérna úti. Þeir eru hér allt árið. Þetta eru koi, heitir þessi tegund. Og hún þrífst á svona frekar bara í svölu vatni. En er þetta svona, er hans dýradeildin og þín gróðudeildin eða er þetta ekki alveg svona skipt? Nei, þetta rennur allt svona saman. Þetta er náttúrulega bara náttúran almennt. Hún rennur allt svona saman hjá okkur. Við hugsaum alveg eftir þetta gróðurhúsið og hundana og svona. Hann á fiskana eiginlega alveg aðeins. Ég fóðraði ef hann er lengi í burtu en annars kem ég bara ekki nálægt þeim. Það er eins gott að það sé góð samvinna í þessu hjá ykkur. Þetta gæti orðið flókið ef að öðru ykkar myndi nú bara hreinlega ekki líka við dýr. Já, nei, það gengur bara ekkert held ég. Hún er meira í fuglunum. Það voru fegnir að fuglar þarna niður svo ég er ekki skrítinn. Já. Svo ég hefði eitthvað félagskap bara. Þið voru að segja mér frá því að yfir vetrartíma þá hafið þið nú fengið bara hreinlega grunnskólabörn í heimsókn til ykkar. Já, það hefur verið bara oft opið hérna einu sinni í viku og fólk geta komið bara og kíkt við. Svo er bara bankað á hlýðið og kallað inn og kemur bara fólk alveg saman hvort þið þekkið það eða ekki. Og við erum með síðu á Facebook líka og það hefur komið svolítið í gegnum hana. Bara eru þið heima? Já. Megum við koma? Já. Bara, og svo mætir fólk úr Borgarnesi eða að sunnan einhver stað og bara þurfti að rúnda aðeins og kom við í sveitinni og kíkt á gældir. Og bara ekkert mála, banki bara upp hver sem er? Nei, það er yfirleitt ekkert mál. Nei, það er bara ef við höfum verið heima þá bara leyft fólk að koma inn og reynda að taka á móti fólki. Þetta verður eins og pínlítið svona ævintýraheimur að koma hingað því að þetta er náttúrulega ekki kannski eins og flestir eru með heima hjá sér. Nei, ég hef svona verið að gera mig grein fyrir því hægt og rólega, þetta sé ekki alveg eins og er á flestum heimilum. Já. En það eru bara áhugamál fólks eru misjöfn. Ég meina, það er allir pínlítið klikkaðir. Já. Sumir eiga hest og aðrir spila golf og hvað annars fólk geta eftir í huga að gera, ganga fjöll og annað slíkt.
Þetta er allt saman gott. En þetta hlýtur að gefa ykkur eitthvað í lífinu þess vegna að gera þetta. Ótrúlega mikið. Já, já. Alveg ómetanlegt að hafa eitthvað til að dúlla við endalaust. Ákveðlega. Eigum við að taka kannski smá rölt og sjá Já, staðina? Endilega. Þessir eru náttúrulega ótrúlega stórir og fallegir. Það er ekki oft sem maður sér þessa tegund. Hvað sagðirðu? Senegal? nei, þetta er koi. Þetta er koi. Þetta heitir koi. Ég er ekki góð í þessu. Þetta kemur, þetta lærist. Já. Og þeir geta orðið mikið stærri en þetta. Tjörnin er nú kannski, hún er svona rekt milli 4 og 5 tonn. Já. En svona, ef eitthvað þá er þeir raunni og margin með við það vatnsmagn sem þeir hafa. En þetta er fiskur sem getur orðið meter og býsna fullorðinn sjálfsagt. En þessir eru svona komnir hálfa leiðina, ég vona að þeir verði stærri. Þetta er spurningum að gefa að borða og halda vatninu góðu og þá... Þeir virka nú ekki mjög smeykir við mannfólki. Nei, þeir eru, svo sem ekki, það eru ekki mikið verið að styggja á öllu jöfnuðu. Nei. Og svo er bara þegar þeir náttúrulega vita þegar einhver kemur að, þá er yfirleitt von á því að fá eitthvað að borða og þá mæta þeir í fóðrið. Eigum við að gefa þeim smá? Já. Sjá hvort þeir sé ekki til. Þú ert bara með Seriós? Já, stundum er ég bara með Seriós. Þeir fá reyndar líka svona kóifóður og jafnvel eitthvað svona sem er, það er notað heklu bara svolítið frá fóðurblöndinni. Já. Það er mjög fínt. Þeir eru úti allt árið þessir og þegar að vatnshitastigi fer niður fyrir 10 gráður þá hætti ég að gefa þeim að borða og það er út af því að þá stöðvast hjá þeim meltingin. Hegðar sér í rauninni bara eins og bleikja, leggst niður út í botn og svona eiginlega bara hægir allir líkamsstarfsemi og í rauninni leggst í hálfgerðan dvala. Ég reynir svona að passa að frjós ekki en það hefur svo sem alveg gerst og þeir taka engan skaða af svo lengi sem að það er eitthvað sem súrefnisflæði til þeirra, annarkvort það með loftælu eða það með straum. Og hér erum við komin að fiskabúrinu þínu sem er nú bara hérna inn í stofu. Hvaða tegundir ertu með hér? Já, í þessu búri eru hérna diskusar og það eru þessir hérna flötufiskar sem við sjáum. Það er lúða sem syndir sem sagt á hlið. Þetta er sama fiskategundi þó að litirnir séu sitt og hvað í þeim. Það er hérna, koma nú upprunalega frá Rio Negro en þetta er nú orðið ræktað hérna heima. Og þetta er svona, það eru diskusarnir sem eru í þessu búri og svo eru hérna barbar og svo eitthvað af botnfiskum svona sem eru ruslakallarnir mínir eins og ég kalla á. Svona til að þrífa upp þann matalefa sem að fara niður í botnin og svona punta plönturnar og annað slíkt. En þetta er ekkert gerfi plöntur? Nei, þetta eru lifandi plöntur og það reyndar getur verið svolítið misjafnt eftir tegundum af plöntum hversu gott er að halda við því að vatnið hérna hjá þessum fiskum þarf að má eiginlega ekki vera mikið undir 28 gráðum og það er svona í heitari kantinum fyrir margar plöntur. En svona þær þrífa sumar hverjar og aðra betur heldur en hinnar en já. Hérna er sem sagt þessi hobbyrækt mín. Þetta eru nokkra tegundir af fiskum sem ég er að rækta. Og þetta eru svo kallaði gotfiskar sumt af þessu sem eiga lifandi afkvæmi. Og annað eru fiskar sem að hrygna. Þetta eru til og með skallahópur sem við erum með hérna. Þeir hugsa mjög svolítið með maganum að leið og ég kem þá eru þeir til í að fá eitthvað að borða grein og þess vegna elta þeir okkur svolítið. Og þetta er afrískur killi sem er hérna, þessi gulu. Og þessi röndótt eru barbar. Þetta eru allt fiskar sem ég er að dunda mig við að rækta. Og svo varstu með fæðingadeild hérna, var það ekki? Svo er það fæðingadeildin, sko. Það er hérna, hér var hrygnatekinn til hliðar í gær og það er eins og bara með önnu dýr að maður sér að maginn þrútnar og þá er hún nú sennilega komin nálægt því að gjóta og því að hún eignast lifandi afkvæmi þess að tala um að gjóta en ekki hrygna. Og þá setja þér hérna sér og það er nú svona bæði fiskurinn fær frið
Og svo er það líka hitt að ef hún gýtur út í búri þá er mjög stóra líkur að því að eitthvað af seiðanum eða tölvöld dæmis sé étið af hinum fiskum. Og hversu mörgum gotum til dæmis getur verið? Sko þetta er skallarnir sem eru stóri, þetta er hrygning og þetta er svona með stærri hrygningu sem við fengið, þetta er ein hrygning. Vá. Og til samanburðar þá var hér önnur við hliðina. Já. Og það voru ekki mikið fleiri sem kom úr henni, þannig að þetta er svona stundum lukkast þetta vel og stundum lukkast þetta ekki alveg vel. En hérna hinum megin, þarna erum við komin yfir í fuglana. Þarna er á fugladeildin. Uppi er par af Senegal parrotfuglum. Þetta verða ansi fullorðnir fuglar, þeir geta náð 30–50 ára aldri. Og svo erum við bara hérna fyrir neðan erum við með gárana og þeir eru reynda nýlega komnir á pásu hjá okkur. Já. En það eru komnir ungar og við skulum kíkja aðeins í heimsókn og pirra á pínulítið. Það er nú alveg merkilegt eins og páfagaukar eru fallegir, þeir verða stóri hvað þeir eru ekkert sérstaklega frítt ungviði, þeir eru eiginlega nauðasköllóttir. Óskaplega er þetta litið. Já, þeir eru sko... Hvað er þessi gamall? Þessi, ég veit ekki hvað ég á að skjóta á. 10 dagar, Já. eitthvað svoleiðis. Þá eru komin inn í gróðurhúsið. Já, Hvað ertu með hérna, Sigri? markmiðið hjá okkur var það að rækta eiginlega bara allt sem var hægt að borða. Við byrjum mjög snemma, setja niður salat og erum sjálf með bara allt salat sem við erum með, svo ræktum við baunir líka. Það smakka svona beint á úrbelgnum maður. Nei. Einstök upplifun. Hann finnst þetta líka rosa gott. Svona sætt. Við erum með 3 tegundir af baunum, við erum með eplatré, brúnber, 2 tegundir, hindber, jarðarber, nokkra tegundir, tómat og gúrkur, aspas, bara allt sem ég get étið. Er þetta allt öðruvísi á bragði heldur en það sem þú kaupir út í búð? Já, við erum ekki að setja neitt á þetta, en bara vökum svolítið með fiskatjörninni. Það er mjög mikið af næringarefnum sem er í vatninu þar sem er mjög gott fyrir gróður. Það er svo mikið af sér eitthvað sem maður fær ekkert. Þú kaupir ekkert baunir í belgi búð í Íslandi. Nei. Það er ekki það. Það getur þá Danmörku til dæmis og svona öðrum heimshlutum. Já. En ekki hér. Hvað notar mest? Salati mest. Við notum rosa mikið af því fyrir fuglana. Já. Þeir náttúrulega þurfa að fá grænt á hverjum degi. Og við borðum líka rosalega mikið af salati. Bara inni? Bara alveg rosalega mikið af salati. Og gúrkur og jarðarberin Svavar, hann sér að borða þau. Já. En hann fær aftur á móti engin hindber. Þau komast aldrei inn. Þau eru bara tínd jafnum að meðan ég er að stússa í gróðurhúsinu. Það var bara búið. Hérna ertu? Við bara erum hérna. Svo fengum við svona svakalega fínan sófa og þá getur maður setið og lesið hérna og sofið. Þetta er bara eins og... Þetta er lengi sumar svona 4 mánuði. Er það ekki? Já. Það er mjög yndislegt. Kannski leggjum okkur bara hérna í gróðurhús. Í 30 stiga hita sól.